Takk, takk og hæ fyrir að halda áfram að hlusta á ekkert að þakka. Ég heiti Stefán Ingvar. Ég talaði við Helgi Seljan er fréttamaður og ég er ekki fréttamaður, ég er grínisti, kannski er ég fyrrverandi grínisti, ég veit það ekki alveg, en ég talaði við Helga Seljan og það var mjög gaman. Ég sendi honum skilaboð á Facebook og spurði hvort hann vildi koma og hann sagði já og síðan kom hann og við töluðum saman. Takk fyrir að hlusta á þáttinn sem ég tók upp með Hólmfríði, Hafliðadóttur. Hann gekk mjög vel samkvæmt hlustanatölum. Ég veit ekki við hvað annað ég á að miða, en hann gekk vel og ég skemmti mér vel og ég vona að þið muni skemmta ykkur vel yfir þættinum með Helga Seljan. Líka ég samdi einn brandara sem að ég ætlaði að byrja þáttinn á. Þetta er lélegur brandari, en ég ætlaði að byrja þáttinn á að segja við Helgi Seljan, en hver er að kaupa hann? Og ég veit ekki hvort að einhver hefur sagt hann brandara áður og þá við hann, en ef ekki þá er þetta minn brandari, og ef að þið segja hann einhvern tímann með endilega kredita mig fyrir honum. Ég er búinn að vera að tala svolítið og ég tók þátt með Hulla daginn líka. Ég hlakka til að gefa hann út, hann kemur út í næstu viku eða þar næstu, en við vorum, ég mun örugglega að tala meira þetta þá, en ég er svona búinn að vera að hugsa rosalega mikið uppistand. Uppistand er það listform sem ég hef tileinkað mér hvað mest frá því útskrifaðist úr Listaháskólanum, og uppistand er svona listform sem maður er annarkvort að gera eða ekki, held ég. Og það sem maður sér á þeim grínistum sem eru bestir, svo við tökum Ara Eldjárn sem dæmi, og svo við tökum James Acaster, og svo við tökum Sarah Silverman, þótt að hún sé vissulega með nokkrar problematískar skoðanir núna, þá eru það allt saman fólk sem að er alltaf að gigga, alltaf að sína, og þannig verður maður góður í því. Og mér finnst ég vera fínn uppistandari, mér finnst ég vera góður brandara höfundur sérstaklega, en ég hef búin að vera svolítið svona að velta fyrir mér, en síðan, ég er ekki nógu mikið á sviði og mér langar að vera meira út í bæ að segja brandara, og það er hægt að fara á open mic-a, það er mjög gaman, en það er á ensku eiginlega allt á Íslandi, og það er eitthvað svona, ég veit ekki hvort þetta sé bara einhver svona kvíði sem að þessir bestu grínistar komast í gegnum, en að fara á open mic, að það er alltaf mjög krefjandi aðstæður, en uppistand eru þetta alltaf krefjandi, þannig að ég ætti kannski að vera duglegur fyrir open mic. Þetta er svona, ég er ekki búinn að festa mig, ég er ekki búinn að negla þessa pælingu nú mikið, en ég vildi deila henni með ykkur áður en að ég set þáttinn í gang. Við Helgi töluðum margt mjög gott. Við töluðum að tala við Guð, við töluðum ekki mikið pólitík, en við töluðum aðeins pólitík, og við töluðum svolítið sjávarútveginn, nýja veiðigjaldsfrumvarpið. Það er víst veiðigjalds, notabene, þetta er veiðigjald, þetta eru ekki veiðigjöld. Ég hef alltaf kallað þetta veiðigjaldafrumvarpið, en þetta er veiðigjaldsfrumvarpið, og það var samþykkt í vikunni, og ég var að fylgjast með á Alþingi þegar það var gert, ég horfði ekki á sjálfa atkvæðagreiðsluna, því að það var búið að þessu kjarnorku ákvæði var beitt, 71. grein 71. grein þingskapalaga. Ég setti mig aðeins inn í veiðigjaldsfrumvarpið, og ég skil það svona: ef það er einhver sem að skilur ekkert hvað þetta veiðigjaldsfrumvarp snýst og vill skilja það eins vel og ég, og það notabene gæti þýtt að sér að fara að skilja það kolránt, þá virkar nýja frumvarpið svona. Í núverandi kerfi, þar sem að útgerðinar eiga fiskvinnslunar, þá setja þær auðvitað verðið sem að þær selja
fiskvinnslunni aflan á og veiðigjaldið núna reiknað út frá markaðsvirði fisks, markaðsvirði aflans. Í nýja frumvarpinu þá erum við að fara að miða við það gjald sem að norska fiskistofan, eitthvað þannig setur. Þannig að það verður minna hægt fyrir stórútgerðina að hlutast til í þessu. Ef ég að skilja þetta vitlaust, þá má einhver endilega kommenta ef ég að alveg way off hérna. Og þú veist, ég vil ekki ideológist svar, ég bara að spá í praktík frumvarpsins, bara hvað þýðir þetta. Þannig að endilega kommentið ef ég alveg way offline hérna, way out of line. En já, og ég vildi minna á líka áður en ég byrja með þáttinn með Helga að kommenta undir spurningu á þetta feed og ég spyr næsta gest sem ég fæ að þeirri spurningu og ég vil endilega að þið leggið fyrir en eitthvað vandamál, eitthvað svona sem að þið viljið svar við og ég veit ekki hver næsti gestur verður en sá gestur fær svarið og líka ítreka ef þið hafið gaman af, ítið á pásu í 5 sekundur, shareið með einhverjum á Messenger. Ég ætla ekki að gera klippur úr þessu því ég vil ekki setja efni á samfélagsmiðla lengur en ég ætla að deila þessu á Facebooki mitt, það er það eina þannig að já, endilega sendið þennan link á einn vin ykkur og segja hey, fuckface, hlustaðu á þetta podcast fuckface, segið það við vin ykkur og gefið poddinu 5 stjörnur ok, það komið nóg af þessu randi í mér allavega. Hlustið á viðtal við Helga Seljan, það er mjög skemmtilegt, það er annað tempó í því en oft áður af því mest verið að tala við leikara og grínista en það er annað tempó í rannsóknarblaðamanni. Góða skemmtun! Hæ, velkomin í podcastið mitt, það heitir Ekkert að þakka, ég heiti Stefán og með mér er Helgi Seljan fréttamaður. Hæ. Hvað gerður þú síðast í podcastinu mínu þá förum við yfir síðustu viku í lífi gestsins og síðan leggur hann fyrir mig eitt vandamál sem ég leys á staðnum og síðan má hann spyrja með hverju sem en beringin skylda til. Hvað gerður þú síðast Er eitthvað rýbrand í gangi bæði það? Nei, þetta er bara eitthvað svona ég er að sjáast ekki kvíðin í augunum á mér eitthvað svona, ég er bara það heitt. Það er allt of heitt inn í þessu rými. Já, en það er bara, þú veist það er skemmtilegt. Mér skilst það sé mjög heitt á samstöðinu líka, mér hefur aldrei verið boðið þangað. Já, það er eiginlega alveg svona bara það er rosalegt sko. Má ég skella þessu hérna? Heyrðu, hvað gerði ég? Sko, ég get eiginlega ekki tala og það er partur af því sem ég gerði í síðustu viku, en þetta er þematengt. Já. Ég er í síðustu viku þá losnaði ég við það var svona stærsta sem gerist í síðustu viku, þá losnaði ég við þess að það var þetta sem ég er frá að segja frá núna og svo ég tók viðtal við Guðmund í Brim, Guðmund Kristjánsson. Já. Sem var bara mjög skemmtilegt. Já. En það sem ég gerði síðan var að ég lét svona 30 ára draum rætast og lét taka úr mér og fekk að taka úr mér, draga úr mér framtönn. Akkur langaði það? Ég, svona löng saga, ég fekk sem sagt, var með, þegar ég var barn, þá kom ekki niður önnur framtönn í mér. Það var eitthvað svona auka framtönn. Já. Auka tönn sem var fyrir eitthvað svona. Ok. Það er algengt. Er þetta algengt, sagði það? Já, svona, þetta er allavega arfgengt. Arfgengt? Mín lenti líka í þessu. Ok. Nema, þá er bara eitthvað svona auka tönn. Já. Bara þarna og hún er fyrir, þannig að fullorðinstönnin kom ekki niður, þannig ég veist að fara í massífa aðgerð, svona flett upp á með munnhólinu og bara, þú veist, skemmtilegt. Síðan kemur þessi tönn niður, þessi fullorðinstönn og er svona alltaf svona frekar iffi, aðeins brotin til dæmis, svona framan úr henni, svona ekki alveg svona Björgvin Halldórsson brotin, þetta er svona bara, já, svona eitthvað Temu Björgvin Halldórsson, svona, nema síðan fer ég svona fæ ég svona nokkur högg yfir eitthvað smá tíma, bara samt svona, þú veist,
eins og maður fær bara eitthvað í fótbolta og handbolta og eitthvað svona slagsmálum og og slagsmálum handrökkunum og og svona enda með því að í einhverjum svona áflugum sem ég lendi í þegar ég er 16 ára þá held ég að hún hafi endanlega fokast upp og þá byrjar hún bara að svona grána og smá saman að byrja að taka svona græna lit, þá er hún dauð og þá þarf að laga hana og það hefur verið svona óþægindi alltaf sem hefur valdið því að ég hugsaði svona 20 ár hefur mig dreymt svona 2 sinnum í mánuði að ég sé að taka hana úr mér og það er svona svaka léttir fyrst held ég þetta væri bara eitthvað svona sem ég geti látið ráða í þú veist, hvað draumur, hvað þýðir þetta en þetta kom því ekkert við, þetta kom því bara við að hún truflaði mig alltaf mér fannst þetta óþægilegt en svo vissi ég að þetta kostaði heillins pening og eitthvað svona svo var þetta orðið þannig að ég lit skoða hana eitthvað þá kom ég ljósa henni fannst jafn leiðilegt að vera í mér og mér fannst að hafa hana því að hún var fann að eyða sig sjálf svona frumur sem bara í henni sem að ákveða bara að fara að éta hann upp þannig að hún var bara, þú veist, það hefði þetta tekið ykkur tíma á hún þannig ég þurfti að taka mig tönnina og fekk að hjálpa til við það sjálfur sem var bara, þú veist geggjustund, ég hef mjög gaman að og ég bara svona deyfður og svo var þetta bara svona, var hann að brasa við þetta tannlæknirinn og svona skafa meðframinni til þess að létta síðan bara tók hann og við kiptum þess úr og síðan á eftir að skrúa upp í mig eitthvað svona bolta og þegar þetta er eitthvað nógu mikið gróið þá er þetta skrúað upp í kjálkan á mér eitthvað svona bolti og utan á hann fer síðan eða á hann er síðan skrúið gerfitönn en þangað til er ég með svona góm með svona áfastir tönn sem að ég á mjög erfitt með að svona gúttera tala mjög sérkennilega þannig að ég ætla ég veit ekki hvort ég er sjálfstöðust í að vera ánans allan tíman sem ég er þetta en það myndi mjög létt á mér ef ég fengi að taka hann út með þínu leiði þannig að þetta er alveg sko En af hverju er gómurinn settur, þú veist, er þetta svona bara cosmetic eða skilur þú veist? Já, fyrst að þetta er líka held ég til að halda bilinu á milli tannana. Þannig að þetta er svona og þetta er smá svona eins og þetta er rosalega skrýtið. Leðurblaka. Já. Og já, þetta er bara, og þú veist Vissir þú að tannsmiður það er ekki tannlæknir? Ég lærði þetta daginn. Já. Ég vissi þetta ekki. Já, því þekki konu sem er tannsmiður. Já, ég lærði það líka þegar ég kynntist konu sem er tannsmiður. Já, og þetta er alveg sko og þeir eru þetta misgóðir að því þetta er brjála handverk. Já, þetta er listform myndi ég segja. Já, í raun og veru. Eins og í þessu tilfelli þá er búin til sko tönn svona utan á þetta er bara svona bráðabyrjar og hún er sett í þetta mót til þess að passa upp í mig maður fær svona leirdæmi eitthvað upp í sig þegar við erum að gera þetta til að móta fyrir þessu og síðan er þetta bara gert þú veist þetta er steypt í mót sko þannig að síðan er sko nota svona litaspjald til þess að finna hvað er næst líklegasti liturinn og síðan þú veist þetta er svona einfalt en svo þegar tönnin er smíður sérstaklega framtönn þá er þetta alveg bara þú veist völundar smíð sko það er alveg bara svona þögn inn á tannsmiðunum og ég er með framtönn hérna hún sagði mér þessi tannsmiður sem ég talaði við að vandi tannsmiða væri sá að tannlæknar er alltaf að rusha þá og tannlæknar segja já þetta er bara nógu gott það sleppur en tannsmiðir þeir vilja detu og við þetta og ná akkurat réttu lægi og réttum lit fyrir þínar tennur og þínar framtönnur eins og þú segir sérstaklega Var þetta síðasta miðvikudag sem að þetta gerðist sem að fórst í eða já, nei, þetta er síðasta fimmtudag og sem að þetta gerist og bara var þú veist ég var bara deyfður og svo var þetta bara þú veist Ertu hræddur við tannlækna? Nei, ég er ekki sko Þú hefur náttúrulega verið á sjónum Já Eru sjómenn almennt ekki hræddir við tannlækna heldur? Jú, ég held að sjómenn séu margir mjög hræddir við tannlækna Það er náttúrulega mjög fyndið þegar sjómenn náttúrulega fyrir utan að vera náttúrulega alla vegana og maður á ekki að alhæfa en fólk þá gerum við það samt að því að svona holt og bolt þá eru sjómenn
alls ekki eins og við höldum að sjómenn séu. Sjómenn eru svona upp til hópa þrælslundaðasta stétt landsins. Þeir sætta sig við ótrúlega hluti vegna þess að þeir hafa líka góða tekjur og það er, það er nóga fólki til þess að taka vinnuna þeirra á alltaf. En það þýðir ekki að þessi ykkur aumingjar, skilur þeir bara svona þetta þarf að láta ýmislegt yfir sig ganga, bara eins og við gerum almennt í samfélagi. En þeir, ég hef verið á sjómönnum sem hafa verið sko, með fóbíur fyrir ótrúlustu hlutum. Til dæmis manni sem að var með svo mikla fóbíu fyrir að sjá rennandi blóð. Það er óheppilegt þegar þú ert að Já, ég tala nú ekki það sko eins og þú veist, þú ert að blóðga mikið af fiski en það var ekki það sem að trufla hann, þú veist, að því þetta er þannig sérstaklega þegar verið að gera það ufsa að þá er það er rosalega mikið blóð í honum eins og sést bara á að flökin eru eiginlega rauð og hann er sko og það er svakalegt blóðmagn og verður bara eins og í bara hryllingsmynd bara bara svona sláturhús hryllingsmynd þannig að blóðum allt og maður er yfirleitt allur útbíjaður í þessu og þannig að það er mjög fyndið að síðan var ég vitni af því það sem að maður sker sig frekar illa og við erum svona förum allir svona eitthvað en þetta var svona var eiginlega bara verið að þrífa svona verið að klára og við förum inn í einhverja stakkageymslu sem svo kallað og allir að fara úr og hann þá í raun og veru áttan að segja á því hvað þetta er slæmt sár og alveg skori onni í hendina sem er nema þessi gæi sem að ég man nú ekki hvað hann heitir en ég var nú ekki lengi með hann að sjá hann er svona að koma lappandi inn og taka á sér hanskana og er svona eitthvað helvítist jöfull snýr svona við og sér þetta og bara feisplantar bara og líður yfir hann og við náttúrulega heldum bara hann hefði fengið heilablóð en svo bara þú veist rankaðum við sér fljótlega aftur og eiginlega bara strax og útskýrið fyrir okkur bara hann gæti þetta bara ekki þetta væri bara eitthvað áhugavert önnur stétt sem að mér þykir mjög þrælslinda ég það er þrælslundaðasta stétt það meikar engar sens en það ríki henni þrælslundin eru bændur sko þetta er svona af því að tengdafjölskylda mín eru bændur tengdapabbi heitir nú að bóndi og frændi konuna minnar frændi Hófjar er núna með bílið og þeir eru náttúrulega tveir þetta núna er hann einn með þetta þannig að þú veist en það eru engar meiri tekjur að vera tilskilur en þeir eru svona eiginlega þeir eru þrælar hugsjónar sinnar þú veist af því að þetta er einhvern veginn svona fullkomið frelsi, þeir ráða sér sjálfur en eru síðan gjörsamlega bara bundnir við það að halda lífi í skepnunum og að láta allt einhvern veginn svona rúlla. Já, þeir ráða sér bara sjálfur innan eigin landamerkja sko. Svo þau þurfa að fara eitthvað þar út fyrir þú veist, og sem við þurfum öll alltaf að gera núna, því við getum ekki verið í fullkomnum svona sjálfsþurftar búskap að þá ertu einhvern veginn bundin við að fara og versla í kaupfélaginu, þú veist, eða þeir sem eru þar, þú veist, ef þú ætlar að kaupa eitthvað til að létta þér störfin eða gera eitthvað þá þarfst að fá lán í kaupfélaginu við erum að tala um svona skagafjarðar en já, þú veist, en þetta er líka hluta því, þú veist, ég vil meina það að við erum búin að vera við erum nýhættir að drepa ungviðið okkar fyrir sauðkindina þú veist, við vorum alltaf sauðkindin hefur verið bara kórónasköpunarversins í hugum Íslendinga sem er ótrúlega fyndið vegna þess að það er raun og ekkert sko fyrir utan alltaf það að við lítum á það sem við eigum nóg að landi og nóg beitiland sem það felst bara alveg í því að við gátum látið rollunar japla hérna upp hálendið og allt þetta að þá er þú veist, þá er ekkert sauðfjárbúskapur endilega það hentuðasta fyrir okkur að gera já, ok, já, náttúrulega veður þú veist, að þurfa að hafa lokaður já, það var mikið fyrir þeim, það þarf heia þú veist, og það er, þú veist og þessi heiskapur er náttúrulega helvítið því að það er háð því að það sé nóg þurrt en ekki of og það er bara hægt að gera ákveðnum tíma árs ég held að það væri að fara að hallmæla íslensku sauðkindinu og þá hefði ég þurft að róta þig á því að ég giftur henni í bóndafjölskyldu já, þetta er einmitt málið þú veist, þetta er eitthvað sem þú axlaðir þegar þú byrjaðir með Hófí var bara að þú
þarft að verja heiður sauðkindur. Já, en hún sko náttúrulega, hún ólst upp á bóndabæ, þannig að þegar hún var barn, talandi að drepa ungviði fyrir sauðin, þú veist, hún er augljóslega lifandi, en þú veist, hún var náttúrulega bara í vinnu frá því að hún gat staðið og þú veist, það var ekkit eins hugsað heyrðu, þú ert nú að beita þær almennilega, það þarf bara að, þú veist, hún er með bakverki í dag bara því að bakið hennar óx ekki held ég eins og bök eiga að vaksa því að hún var bara að bógra og beygja sig til þess að halda lífi í. Já, og svo er það náttúrulega líka einmitt eins og við höfum, held ég, og svona við höfum alltaf verið að slíta okkur út, þú veist, og það hefur náttúrulega alltaf verið svo mikið dygð á Íslandi að hálf drepa sig á vinnu, alveg óháð því hvað kemur út úr þessari vinnu. Já. En svo er líka en það sem ég náttúrulega líka svolítið fyndi við þetta, við erum að drepa ungviðið okkar, þú veist, og ég er alveg viss þó að Hófí neyti því að þá er henni er oft verið hent úr rúmi fyrir heimaling eitthvað svona. Ég hef ekki spurt, ég þarf vel að en hún mun heldur aldrei viðurkenna það fyrir þér en til dæmis sko meirhlutina af þessum bæjum voru við sjó. Já. Þú veist, en það hvarlaði ekki að mönnum að nema bara í sko algjörum undantekninga tilfellum að kannski athuga hvort að það væri nú kannski ráð að sækja eitthvað smá mat þangað. Já. Það var algjörlega, þú veist, jú, við hirtum þegar að notabenni aðrar þjóðir komið til að fara að veiða hval, þá fengum við að hirða sko það litla kjöt og það sem að þeir notuðu ekki að því þeir voru náttúrulega bræða til að búa til eldsneyti sem að lýsti svo upp alla Evrópu á meðan við hengum í myrkrinu og þá fengum við svona hirða en annars áttu við hval þegar hann rak á land, skilur við? Þess vegna kemur þetta orð hvalreki sem er basically bara svona annað form af svona roadkill dæmi. Það ber nú vel í veiði núna heldur að þeir hafa ekki þeir drápu 7 minka í beyjunni fyrir handan og þetta þú veist, síðan erum við svona höfum seinni tíð, þú veist, þetta við verum að fá að varveita það að við erum hvalveiðiþjóð, við erum ekki hvalveiðiþjóð, þú veist, við bara byrjuðum að veiða hvali, þú veist, þegar allir aðrir voru að hætta því en gott og vel, minna, og þú veist fullt af tegundum í sjónum við Ísland sem að við erum bara nýbyrjaðir einhvern veginn að svona taka til handagags skötuselur og eitthvað svona, þetta var alveg bara þú veist, þetta þótti óhappa að fá skötusel og rækt upp í hann og honum hent aftur fyrir borð og humar var bara svona það var bölva vesen og við náttúrulega vorum fyrst og fremst bara þegar okkur auðnaðist einhvern veginn að leggja úr vör, þá vorum við náttúrulega bara fyrst og fremst að ná í þorsk til þess að geta selt hann eða hert eða eitthvað og gersínfisk eða hvað er en svo hirtu við ísuna fyrir okkur sjálf og Hvort ert þú meiri þorsk eða ísumaður? Ég er þorskmaður og ég hef allir sem hafa verið til sjós og hafa svona hanterað ísu hvað sem er þú veist að svona í aðgerð þú veist að gera aðinni eða þú veist snirta flög eða hvað er þeir fyrirlíta hana fisk held ég hann er svona Er hann frekar lúsugur heldur en þorskurinn? Nei, það bara hann er svona hann er svona einhvern veginn svona ég kann ekki alveg orðið yfir það svona slepjulegur svona músi einhvern veginn holdið á honum er ekki og svona alltaf lyktin og einhvern veginn allt þú veist þetta er hrææta og hún er hálfgerð hræ skilur og svo er hún bara en ég meina það er líka eitthvað svona nostalgía við það að geta svona gúmmísóðna ísu þú veist Sko ég held að ég myndi ekki þekkja munin á þorsk og ísu þú veist ef flöguð Nei, ég held að það sé reyndar þú veist, ég get svo sem alveg skilið það þú veist, þetta er náttúrulega mjög líkt sko en þá ertu náttúrulega þú veist komið með snirt flög og eitthvað svona þá ertu svolítið erfiðara en það er alveg rétt sko myndi séð það náttúrulega á róðinu en auðvitað myndi en ég er þorskmaður Þú þorskmaður En hvað gerir þú fleira síðast? Hvernig vaknaður á 50-daginn? Sleppum bara miðvikudeginum Vikan byrjaði á 50-daginum af því að þá fékkst það rífur þér tönn Já, þá vaknaði ég bara klukkan
Já, ég vakna alltaf snemma núna. Ég er að vakna svona helst svona ekki mikið seinna en svona 6:30. Ég er að vera komin upp í vinnu klukkan 7. Þátturinn okkar veru byrjar þarna klukkan 8. Ok, og hvernig ferðu að sofa? Ég fer að sofa svona ef ég legg mig ekki, þú veist, yfir daginn sem er rosa svona freistandi ef ég geta að þá er ég að sofna svona, þú veist 11-12 eða það er bara fínt sko. Og þú ert góður á 7 tíma svefni? Ég er aldrei góður en ég er, þú veist, ég hef það af Já. Þú átt eina dóttur, svo er það ekki? Nei, ég á 2 dætur, 2 dætur. 1 son. Hvað eru þau gömul? Þau eru 17 verið 18 og 15 stelpunar og strákurinn minn er 6 ára. Já. Þannig að þegar þú vaknar klukkan, það er 7, hálf 7. Já, svona, já. Nei, býtu, hvernig ertu að mæta upp í útvarp? Ég er að mæta svona 7-leitið. Já, ok. Ég er að vakna svona, já, helst, þú veist, markmiðið er svona 6, það væri rosa fínt. Geta, þú veist, aðeins. Býrðu nóg nálægt til þess að það sé ekkert stress? Já, þetta er ekki langt fyrir mig að fara, þú veist, þannig séð. Og vaknar strákurinn með þér klukkan 6? Nei. Hann vaknar eiginlega bara snemma, þú veist, og þá svona 8:30, 8:30 helgar. Já. En annars, þú veist, kýs hann að láta vekja sig, sko. Já, það ger ég líka. Hvað fékkst þér í morgunmat síðasta 5. dag? Eða þú veist, færðu þér almennt morgunmat? Já, nei, ég reyni það sko, þú veist. Ég er ekki svona, ég væri rosa mikið til að borða hafragraut. Það er rosa kompakt morgunmatur. En veistu, hann stendur ekki vel með manni. Það er nefnilega eitthvað sem ég var bara að heyra núna fyrir ekkert svo löngu síðan. Þetta væri náttúrulega bara óttalegt svona, þú veist. Maður fer út, maður er saddur og síðan bara hálftíma seinna er maður bara að drepast. Og hófið mér hefina hafragraut úr sveit. Það var líka þegar hann var alltaf í matinn. Já. Ég byrjaði að setja rjóma út og það stendur aðeins betur. Já. En það er einhver róman svo það fór sér hafragraut. Já. Og svona, já, það er, þú veist, og það er eitthvað við þetta sem að ég hef aldrei einhvern veginn komist upp á lagi með. En ég fæ mér eitthvað svona ég fengi mér stundum svona abimjólk og banana eða eitthvað svona, mér finnst það fínt. Hvít abimjólk? Já. Með púðursykri? Nei. Bananin er nógu sætur? Já. Og er kaffibóllinn drukkin heima á þér eða upp á RÚV? Hann er drukkin upp á RÚV. Já. Núna, en annars er hann drukkin heima. Þannig að þú mætir upp í útvarp klukkan 7. Já. Og ferði í útvarpi klukkan 7? 8. Og er þá fyrst fundur með veru hvað þið skuluð ræða? Já, það er nú við erum alltaf fundum ekki, við erum bara svona eitthvað að sprella og svona undirbúa okkur aðeins í leiðinni og já, skrifa, þú veist, svona kynningar, þú veist, svona lámars eitthvað og bara svona, já. Var eitthvað mál síðasta 50 dag sem stóð upp úr sem þið töluðum sem þú talaði Já, ég held að þá var landlæknir hjá okkur held ég. Já. Að tala bólusetningar. Nei, en ég er alveg vissum að það er margir vilja að við tala um bólusetningar. Nei, við vorum að tala um sjúkratryggingar. Já, það er vist alltaf sama ruglið. Já, og samninga við sérfræðilækna og eitthvað svona. Já. Sem er bara þegar ég segi þetta þá slekkur fólk á útvarpinu en þetta skiptir rosa mikið máli. Ég hef hlustað á viðtal við Ölmu Möller á Sprengisandi síðast þar sem hún var að ég vissi þetta ekki að það hafi verið að sérfræðilæknar sem að vinna á Landspítalanum ættu ekki að vera með eigin stofur. Er ég að skilja það rétt? Já, en þeir eru með það og það er svona, þú veist, þetta er kerfið er bara í samkeppni við sjálfan sig, þannig að sko, þú veist. Og það þýðir að sérfræðilæknir getur sagt það er best að trýta þetta bara á stofinu minni versus það er best að trýta þetta á Landspítalanum. Já, þeir eiga náttúrulega ekki að gera það en þeir geta gert það og ég meina og þeir náttúrulega líka, þú veist, bara miklu betra fyrir þá að vinna lítið upp á spítala og meira bara út í bæ. Já. Þar geta þeir bara, þú veist,
hafa þeir nóg að tekjum já og bara eftir hvað eru duglegir og já, þannig þetta er alveg svona ótrúlega eitthvað svona íslenskt kerfi. En þú varst í útvarpinu til 9 Já. Og hvað gerir þú eftir það? Svo er ég svona frá á RÚV bara fram með degið, þú veist, það verið að bara svona vinna í alls konar einhverju öðru sem ég er að gera og svo bara, þú veist, að undirbúa þáttinn daginn eftir eitthvað og svo fer ég heim og ég er búin að vera mikið einn heima núna þessar veikuna, fjölskylda mín í sumarbústað og ég fór ekki með nefnum bara um helgina. Já. Og þannig ég er búin að vera, þú veist, að vinna í garðinum aðeins og svona þvott og vist var fínt að gera það. Hefurðu gaman á garðinu? Já, mér finnst það alveg, það er bara, þú veist, já, mér finnst það fínt, sko. Og þegar þú segir vinna í garðinum, ertu þá að, þú veist, út að slá grasið? Já, ég er að slá grasið náttúrulega og svo er ég að... Ertu að smíða pall? Nei, það er pallur, ég var eins og þú veist, að tók hann og þú veist, háþrýstið þóðan og bar á hann eitthvað nýtt daginn. Og háþrýstið þóði líka innkeysluna hjá mér og eitthvað svona milli hellana eitthvað. Það er ógeðslega gaman að háþrýstið þóði. Það að háþrýstið, það að standa með háþrýstidælu er bara eins og að tala um Guð. Það er bara, það er geggjað. Ég var húsvörður í tónmenntaskólanum á Lindagötu í 1,5 ár. Já. Og þar eitt sumarið, eina sumarið sem ég var þar, kom skólastjórinn með svona dæmið sem að brennir illgresi. Já. Þar var ég líka að tala við Guð. Það var stórkostlegt. Það er eitthvað við þetta. Ég myndi líka mála vera mjög skemmtilegt. Já, ég er mjög lélegur í því. Mér þætti það mjög skemmtilegt ef að Aron sem er pródúsentin hérna og Hófi væri ekki alltaf að gagnrýna mig fyrir. Samband okkar Arons er þannig að þegar það þarf að gera eitthvað heima þá hringir Hófi í Aron. Já, ok. Og ég... Það er svona viðhaldið hennar. Já. Já, málingavinna hún væri örugglega fyrir mig ef það væri enginn að setja út á vinnuna mína. Af því að mér finnst mjög gaman að rúlla en ég gera það ógeðslega illa. Já. Og síðan að því ég er með lausa augasteina ég er með einn lausan augastein, ég er með gerviaugastein. Já, ég er með gerviaugastein hérna í hægra auga og lausan augastein hérna. Og byrju, hvað þýðir það? Sko, þetta var útskýrt fyrir mér þegar ég var barn og ég ætla að útskýra það eins og ég man eftir því þá. Ok, augun þín er eins og myndavél. Og þú fókusar myndavél, það eru svona strengir sem að fókusa augasteinin og það voru bara nokkri slitnir þegar ég fæddist. Mamma sagðist hafa séð það þegar ég fæddist, bara í augunum mínum og allir læknarnir sögðu, nei, það er ekkert að augunum hans og hún var eitthvað, það er eitthvað að augunum hans og þeir voru eitthvað, nei, þú ert kannski bara móðursjúk og síðan fór ég til læknarins þegar ég var 5 ára og þá skoði hann mig með dóti og hann sagði, já, hann er með lausa augastein og mamma sagði, já, ég sá það þegar hann fæddist og hann sagði, nei, það er ekkert þetta það sér ekkert svoleiðis. Nei, þú ert nú eitthvað Þetta er ekki bara móðursjúk. Já. Þá svona fylgifiskur þess er að ég er með hræðilega samhæfingu og ég lélegur í fínhreyfingum þannig ég fekk til dæmis undanþágu fyrir skólasundi. Já, ok. Sem barn, ég mátti aldrei hefa fótbolta en eitt þannig heldur af því að þú takk og þá getur augasteinin dottið út eða eitthvað en sem sagt og ég var með næst verstu sjónskekkju sem að einn augnlæknir hafði séð. Ég var með verstu sjónskekkju sem að nýja augnlæknirinn minn sá. Ég var með augnlæknir sem barn fekk nýjan. Ég var með verstu sjónskekkju sem hann hafði séð. Í alvöru? Já, og ég sagði, er þetta mesta sjónskekkja á Íslandi? Já. Og hann sagði, það gæti verið og lét mig hafa númer hjá einhverjum svona sjónskekkju bara svona sjónskekkju gurnum. En ég sendi honum e-mail og hann sagði, nei, ég sá henni svona gaur með ennþá meiri sjónskekkju. Það var virkilega svekkjandi. En já, þannig ég með gerviaugastein og af því að, sko, það þýðir líka, by the way, að til dæmis, ég tek á mig gleraugun, þú ert stærri með þessu auga heldur en þessu auga og þú ert líka gulleitari. Hérna er allt svona svolítið blátóna, hérna er allt mjög gulltóna. En þegar þú ert komið gleraugun, þá er þetta alltaf leið? Já, en líka, sko, þegar ég loka, þá er það samt mjög stórt. En saman virkar þetta bara? Saman virkar þetta. Ég var aðeins að stúdera augun í kringum þetta, ég sá nokkra greinar á netinu
og þar sögðu þau að augun og heilin virka þannig saman að heilin alltaf bara að fylla inn í þannig að þú veist núna ert þú bara af þinni stærð sem sagt þú ert nær þessu auga hérna í stærð með gerviaugasteinum og heilin vinnur þannig úr upplýsingum frá auganu að hann svona bara tekur bestu útgáfuna af heiminum svolítið. Okay. Það stóð líka að svona peripheral vision það bara ágiskun. Það er auðvitað ekkit þetta að sjá hérna út frá hliðinu, þú veist, ég sé hendina mína af því ég veit að hún hérna en ef að ég myndi bara koma við hliðina og gera með puttum. Þannig að þegar þú segir við ykkur, þú ert besta útgáfan að sjá með þér, þá bara Já, það er þannig sem ég sé þig. Ok, þannig að þú varst í garðinu, þú talaðir við Guð. Ég talaði við Guð svolítið í því. Svo er ég bara búin að vera. En hvað borðar í kvöldmat? Þú ert einn heima, breytist mataræðið? Já, sko, kona mín er grænmetisæta og þú veist, sem þýðir ekki að það sé eitthvað bannað að borða kjöt heima, mér alls ekki börnin mín borða kjöt en ég svona sukk ég segi ekki að ég sé breytist í þú veist, Jeffrey Dahmer endilega, en ég svona kemst þú að nála því, ég kaupi mikið kjöt og borða mikið kjöt lítið af öðru. Grillaru? Nei, mér finnst það svona ofmetið oft. Ég keypti til dæmis súpukjöt, rosa súpukjöt og get búið til úr því náttúrulega kjötsúpu. Get líka búið til kjöt í karrí. Eða bara soðið þetta kjöt og bara borða það með sinnebi sem er mjög gott. Borða, já, soðið kjöt? Já, soðið kjöt er bara eiginlega, þú veist, það er eiginlega best, sko. Já, þú ert á austan, segirðu? Já, þetta kemur því ekkert við, sko. Ok, þetta kemur því. Nei, og ég sem sagt, eða þá ég get búið til svona það sem að hefur verið kallað rónasteik sem ég sjást núna ætti að kalla fólk með fíknivandasteik og sem er þú veist, þá setur þú bara súpukjöt bara kryddar það, helst með einhverju svona kompakt kryddi, þú veist, eitthvað seasonal og setur það bara í ofn og bara græjar það þannig og borða það þannig að það er eiginlega, og ef að ég byggi einn og hefði efni á því að því að lambakjöt er náttúrulega mjög dýrt að við trítum þetta eins og börnin okkar að þá myndi held ég bara geta komist af bara með súpukjöt. Já, ok, er súpukjöt dýrt? Nei, það er til svona er svona flokkað eftir hvað bitarnir þykja fínir og svona. Já. Og mér finnst alltaf svona smá poss að kaupa fyrsta flokk. Já. Leifir mér það. Hvað er þá minni sinar? Hvað gerir það? Það minni fita og svona betri bitar meira, þú veist, kjöt og bein náttúrulega líka, ekki eins mikið af þeim. Já. Þannig að, já. Ok, þannig að ég er rosa lélegur í að vera einn heima samt. Ok, hvernig? Þú veist, fer ekkert mikið, þú veist, er bara eitthvað heima og bara, eitthvað svona dunda með að þvott og horfa á sjónvarpið og svona eitthvað, og er alltaf á leiðin eitthvað en fer ekki og ég tengi mjög hart, sko. Já, og þetta er fínt í svona 2-3 daga, svo er ég alveg bara, þú veist, finnst mér þetta alveg agalegt, sko. Já, það er 1-2 dagar hjá mér síðan er hófið farin að ringja eitthvað, jæja, ertu búin að draga frá? Já, einmitt. Þetta er bara svona, þetta er sjálfskapað þunglindi. Eftir 2 daga þá er ég eitthvað býtið, hvað er svona þungur á mér? Já, nákvæmlega, og bara, þú veist, nú erum við hausverk og kvíðinn og hvað, og þannig að þú talaði við Guð, þú sauðst þér kjöt og borðaði með sinnebi og síðan horfður á sjónvarpið. Já, síðan horfi ég á sjónvarpið eða þú veist síma minn, skilur. Á símaðin? Já, þú veist, ég voða mikið með bara síman svona uppi við að gera eitthvað. Já. Horfi, ég er áskrifandi að YouTube. Já, YouTube Premium er besta streymisveitan. Já, og það er endalaust að góða efni þar. Já. Og mikið að horfa á, þú veist, ég var að horfa á heimildamynd norsku hljómsveitina AHA í gerð. Ok.
sem var mjög góð. Síðan fylgist mikið með ástralskum fréttum. Já. Það kemur til vegna þess að það hérna ástralsku þáttur sem að heitir Media Watch, sem einu sinni í viku á mánudagskvöldum í Ástralíu. Já. Sem svona korter eða eitthvað. Það sem að svona fjölmiðla gagnrýni og svolítið svona verið að rýna í það sem er verið að fjalla fjölmiðluna og hvernig þeir standa sig og svona eitthvað, sem mjög skemmtilegur. Ég byrjaði að horfa á hann og í kringum það fór ég að hafa svona áhuga á svona fréttum í Ástralíu. Ég ekki eitthvað specialist í því en ég eitthvað hluta vegna, og náttúrulega því að þetta er algoritmi líka, þá fór að fýta þig á ástralskum. Já, og ég horfi mikið á svona fréttaskýringa þætti erlenda, og þannig ég horfi á Four Corners sem er svona þáttur í Ástralíu, og einstaka sinnum á 60 Minutes í Ástralíu sem er svona svo ég noti það aftur svona Temu 60 Minutes eins og Bandaríkjunum, en samt alveg alveg svona spretti, en oft voða mikið svona tilfinningaklám en já, þannig að ég horfi svolítið á það, mikið á það. Svo horfi ég á fleiri svona þætti og heimildamindir og bara, alls konar sko. Ertu búin að horfa eitthvað á Taskmaster? Nei. Allar 20 seríunar á YouTube. Já. Í heilu lagi. Það er aftur það eru hópur af grínistum sem að leysa ómöguleg verkefni. Akkurat. Það var eitthvað að benda mér á þann daginn, og þetta er víst eitthvað algjör snill. Þetta er algjör snillt. Svo var ég að uppgöta bara að ég hef notað Facebook mjög lítið. Já. Bara helst, það er bara deprimerandi af ýmsum ástæðum, og ég má bara ekki við því sko. En það þýðir ekkert ég sé betri en allir hinni sko. Ég bara, þetta verður bara kollektíft, verður við bara mjög fljótt leiðileg. Já. En ég fór inn á Facebook í gær eða þetta fara á gæn. Finn ég ekki, fæ ég gegnum algoritman sýnisotn af svona rás, channel sem heitir Wormlabs. Já, það sem er bara, ég hef mikið lengi fylgst með Hydraulic Press. Já, það er gott stöf. Já, sem er mjög skemmtileg. Og Wormlabs er sem sagt maður sem er svona eldfast mót. Já. Svona bara hefðbundið. Já. Fullt af mjölormum. Já. Hann segir að það sé svona 10.000 í þessu, og síðan setur hann onni í þetta eitthvað svona matarkyns eða eitthvað, og síðan er svona timelapse sem gengur til að sjá hvað ormarnir eru lengi að geta. Þetta er mjög flott. Hérna til dæmis svona lambarif. Oh my god, þetta eru rosalega margir. Já, og þetta er alveg öflugur hringindi sko. Þú veist, veistlaður verið hjá þeim. Alveg svakaleg sko. Svo er þetta, alls konar, hérna er þetta er beljutunga. Ég er mjög hrifinn á nautatungu. Já. Og vassmelóna, já, hann þarf að gera gat fyrir það. Já, hann gerir það svona til að, og hérna er svona, þessi jurt sem að étur dýr. Já, sem að heldur hún sér alveg að haha, náðu þér. Já. En svo bara á stuttum tíma bara slátur það henni. Þannig að þetta er skemmtilegt. Wormlabs. Já, svo er önnur rás sem ég var mikið að fylgjast með líka. Já. Og hef svona greipið í til dæmis sérstaklega núna, sem er sem sagt svona man ekki hvað hún heitir. Hún er sem sagt, þar er verið sem sagt að já, það er hérna held ég held hún heitir Diecast Racing. Diecast Racing. Já, hérna verið bara svona verið að láta svona Matchbox bíla keppa í svona langri braut. Wow. Það er tekið á svona, þetta er eins og þetta sé. Já, það lögga alltaf hana. Já, og svo er þið bara, þetta er ótrúlega heillandi sko. Já, geðveikt.
Og byrju, er einhver að stýra þeim? Já, væntanlega. Nei, þeir eru bara látni renna þarna niður. Já, þetta er allt saman niður í mót. Já. Svo er sko í á rásinni sjálfri, þetta er bara eitthvað svona ríl sko. Já. Þá eru menn að lýsa þessu og þeir eru líka mjög fyndnir. Þetta hljómar fucking vel. Hefur orðið á þetta, Aron? Já, mjög mikið. Þetta er mjög skemmtilegt sko. En svo er ég líka með svona enn skrýtnara nýs sem er fréttir fá Belarus Frá Belarus sem eru sagðar af sem sagt blaðamönnum sem ég hef reyndar aðeins unni með sem eru svona burtflúðir úr landinu og eru það, ég fylgast svolítið með því. Hvað heitir aftur hann að forseti Belarus? Lukasjenka, Alexander Lukasjenka, já. Einmitt. Já, þannig að þetta er svona, þú veist, og svo náttúrulega fær maður, þú veist, alltaf Trump, sósuna, þú veist. Já. Alltaf með. Já. Mér finnst svolítið gaman að þú tala svona media criticism, heitir það ekki, media? Jú. Mér hefur þótt það vanta á Ísland alveg svakalega. Já. Af því að það eina útgáfan af því, mér finnst það að vera fínt á samstöðinu, þeir voru með hana fjölmiðla, heitir það ekki þátturinn sem að hann Björn Þorláksson, já. Það var fínt fannst mér og er fínt öruglega ennþá ef það er ennþá í gangi að vettvangi fjölmiðla heitir það en annars er öll fjölmiðla gagnrýni rosalega mikið bara einhver á Facebook að segja af hverju er þetta frétt, af hverju er það að fjalla þetta já og svo einhver að gera fjölmiðlamönnum upp skoðanir eða þú veist og hún er öll skrifuð svolítið og þeir sem eru mest að tjá sig þú veist ég það ekki segja allir og ég meina auðvitað er oft á þessi gagnrýni rétt á sér guð mig góður en hún er oft en hún druknar mjög mikið í annars vegar svona einhverju sem kemur svona flokkspólitíst þú veist bara eitthvað svona eye of the beholder dæmi já. Það sem menn eru líka að gera fjölmiðlamönnum upp alls konar skoðanir en bara óbúslega algengur miskilningur hjá fólki sem að tekur þátt í pólitík að halda það að fjölmiðlamenn séu allir svona inspiring pólitíkusar sem er mikill miskilningur og óbúslegt ofmat stjórnmálamanna og áhuga fólk sem stjórnmála á því sem þau gera og Þú varst ekkert öfundsjúkur að fá ekki að sitja í þinginu í málþófinu? Nei, ekki neitt sko, fyrir utan bara ég, þú veist, ég þekki þingmenn, margir af mínum bestu vinum eru þingmenn og en ég sem sagt bara, þú veist, ég ber alveg virðingu fyrir fólki sem gerir það ofta, en það er heldur ekki endilega þeir sem eru, þú veist, verstir heldur svona fólkið til hliðar við og svona en gagnrýnin þú veist að eins og þetta þessi Media Watch þáttur og fleiri svona það er það er mjög góð þáttur á Al Jazeera alltaf eins og í viku sem að ég bara allt í einu man ekki núna hvað heitir en ég er líka áskrifandi að honum og horfa á hann sem að fjallar sem er svolítið að taka svona stóru myndina af því hvað fjölmiðlar hvernig þeir eru að fjallum og hvað eru ekki að fjallum og hvernig þeir eru að láta oft teima sig þú veist í tóma vitleysu og þessi gagnrýni snýst ekki bara nú er þú veist, Morgunblaðið alltaf að tala gegn ríkisstjórninni eða þú veist, blað í blað þú veist, það er bara þú veist, eitthvað sem menn geta metið og er bara svona staðsetning blaðsins í þú veist, heldur miklu frekar að vera að fjallum þú veist, hvernig við erum að fara með upplýsingar og bera þær áfram til dæmis bara upplýsingar frá hagsmunasamtökum fullyrðingar einhverja eitthvað þú veist áherslurnar þú veist hvað við erum að gefa málum sem að í raun og veru hafa mjög takmarkaða þýðingu fyrir okkur mikið vægi, hvað eru mikið að róta einhvern veginn í sama farinu, allt þetta og alls konar svona bara sem að mætti vera miklu meira af bara þyrfti að vera punktur. Já, mér hefur þótt líka sko af því ég er náttúrulega mikill áhugaður grín og mér hefur þótt sko
eins og Jon Stewart svona einn af mínum grínhetjum. Ég horfði á Daily Show hverjum degi frá því ég var 13 og þangað til að hann hætti og síðan fylgdist ég með öðru auga þegar Trevor Noah var. Núna heilug stund ég er rasisti, já. Ég sagði síðan fréttir endur að Jon Stewart var í gyðingur. Já, okay. Hann breytti nafninu sínu úr Leibovitz. Þannig að þá fór ég aðeins að hugsa mín mál. Þessi Leibovitz fjölskylda ekkert smá stór. Já. Núna heilug stund hjá mér að horfa á John Leibovitz alltaf á mánudögum. Eða þetta þriðjudagsmorgnum þegar hann og mér þykir pólitískt grín þegar best þá það allavega að hálfu leyti fjölmiðlarýni. Já, fjölmiðlarýni og samfélagsrýni alveg óbúslega góð. Men hún sér bara John Oliver, það sem hann að gera og mál sem hann að setja á dagskrá og mál sem hann líka að draga saman fjölmiðlaumfjöllun, hann auðvitað ekki fréttamaður, en hann hins vegar að draga saman fjölmiðlaumfjöllun tiltekin mál og með því að taka bara eitthvað svona system fyrir eða bara eitthvað svona málefni sem hann dregur saman upplýsingar og dregur og gerir auðvitað grín í leiðinni að því að margt af þessu auðvitað fáránlega fyndið og þetta fáránlegin felst oft í því hvað einhvern veginn við sættum okkur við það náttúrulega líka áhugavert að öll þessi það oft kvartað yfir því að fjölmiðlar sé ekki að segja frá einhvern hlutum og eitthvað svona það er oft rétt en oft það þannig að fólk að fá fullt af upplýsingum og ekkert endilega eitthvað að það sé verið að sé einhverju upplýsinga óreiða í því heldur bara, það bara færa að vita nákvæmlega hvernig hlutinir eru en síðan aktar ekkert á það en síðan eftir smá tíma þegar það einhvern veginn tengist því sjálfu verður það alveg svakalega hissa yfir því að þessi hluti sé ekki í lagi einmitt þú skilur hvað ég meina og ég meina John Oliver til dæmis bara mjög góður í því alveg saman hvað mönnum finnst Spaugstofuna það tótti nú rosa fyndið að gera grín á Spaugstofunni sem alltaf var gegndi hlutverki svona spéspeils og svona en var líka auðvitað svolítið mikið að minna okkur á hvað við getum verið bæði náttúrulega gleyminn miklir eiginhagsmunasækir og einhvern veginn vingulshátturinn í okkur Spaugstofan hefur virðinga mín fyrir Spaugstofumönnum hefur snar aukist með hverju árinu sem líður og þeir eiga og bara maður pælir ekki í því að vera með svona þátt sem alltaf í raun og veru meira heldur en svona einhver sketsa þáttur því að hverju einustu viku í hvað þetta 8-9 mánuði bara ævintýralegt fólki sem var á bakvið þetta og náttúrulega Karl Ágúst sá rosa mikið svona halda svona handritinu og handritskrifinu og allt þetta bara fáránlegu talent fór bara alltaf heim eftir æfingar á nóttunni og bara skrifa þess að maður skilur ekki hvernig hann hafði orkuna í þetta en hvað gerir á föstudaginn? Þá fór ég í sumarbústað með fjölskyldunni ég var þar helgina Fórstu beint eftir útvarpið á föstudaginn? Nei, svona seinnipartinn maður ætlar alltaf að fara snemma á stað það Sagan endalausa og heldur alltaf áfram einhvern veginn að ljúga því að sér að núna gerir maður hlutinu öðruvísi en já, við fórum þarna seinnipartinn sem var bara fínt og fórum í bústaðinn og vorum bara þar í chilli helgina Hvað ertu lengi að keyra upp í þennan bústað? Þetta er svona stéttarfélagsbústaður sem er í Brekkuskógi nálægt Laugavatni og þetta er svona hvað heldur sé, 1-0 nei, rúmu klukkutími Gott og öll börnin nei, elsta dóttir mín var ekki við höfum meila svona vaktaskipti ég kom í bæinn á sunnudaginn og hún var að vinna helgina á mánudaginn og leða hún var búin að vinna þá tók hún bílinn og fór í bústaðinn þannig að nei, við náum ekki öll að vera á sama tíma ég er náttúrulega með börnin mín eru eldri börnin mín eru það fullorðin að þau eru bara
fann að vinna með skólanum og í sumafríinu farin að skapa verðmæti farin að reyna að borga tilbaka eitthvað af því sem þau skulda mér nei en hann er að vinna á þeim ekki alltaf að vera saman sko. Og ekkert grillað upp í bústað heldur? Jú, það var grillað það er ekki, ég er ekki eitthvað svona fanatíkar á grill ég er ekki eins og Jónas Kristjánsson heitinn sem bara fannst bara grill vera stórlega ofmetið þú veist og þegar að Pálmi sonur hann sagði mér eitthvað frá því að þegar Pálmi var yngri að þá kom mamma svo að segja við Jónas þau eru að bjóða okkur í mat hérna Jón og Sigga eða eitthvað hann bara ok og hvað, veistu hvað þú ætla að bjóða upp á þú ætla að grilla þá kom alltaf eiga þau ekki eldavél sem finnst ekki gott sko að því að Marta þessu grilli náttúrulega er þessi Suðu Sigfús mjög fyndinn Suðu Sigfús sem að Jón tvíhöfða með sem er svona gæi sem var alltaf hann var rosalegu grillari en var alltaf að sjóða á grillinu að því að við náttúrulega erum svolítið mikið einhvern veginn að grilla til að grilla sko og ekki náttúrulega grilla til að geta fengið sér líka á svona sko ég á ekki lengur grill ég átti stórt og gott grill og hann var ég að tala með sama mér finnst ég vera að smitast af hrynjandanum í Trump já það er alveg pottið ég held að talsmáti fólk sé að hrynjandi fólk sé að breytast í þá átt en ég grillaði allt sko mér það er ekkert betra en að grilla og láta alltaf sjámann vera að því ég er ekkert góður að því nei. En síðan er þetta líka undir lokin þá keypti ég mér snjall hitamæli og þá setti ég kjötið bara út á grill fór sín inn og horfði á sjónvarpið og fylgdist með því ná réttum hitastígi í símanum mínum en er heitur pottur í bústanum? Já Fóruð þið heita pottin? Já, hann er alveg mikið notaður ég er ofta að pæli bara ég man eftir að hafa farið í sumarbústað þegar ég var barn sem var ekki heitur pottur og maður er bara svona það myndi eiginlega lengur detta þetta í hug hvað er pointið? Bara þú veist og það var heldur ekki gasgrill það var bara kólagrill já, mamma og pappi eiga bústað sko ég kem á Vesturbænum sjáðu til og þar er með bústað út á landi, eru þau upp á höfða þá eða? Það er einhvers staðar í Skeifunni held ég hef ekki komist það langt Nei, en þar er kólagrill og mér finnst það eiginlega að vera ofbeldi því ég hef aldrei lært almennilega á kólagrill Nei, þú veist það er svona kúnst það hvernig þú raðar upp kólunum og svona eitthvað en alveg skemmtilegt líka þegar þú fara að kveiki í það er mjög gaman að kveiki í og ég set alltaf of mikinn grillvöku og sem sprauta ég aftur á þannig að komi stór eldur þá tala maður ekki kannski við Guð en heilaga andan allavega ég held maður þá sem líka bara að tala við Satan En hvað er prógramið upp í bústað? Er mikið, þú veist, þarf mikið að hafa fyrir þeim yngsta þegar þeir eru í bústað? Já, hann er alveg svona, þú veist en hann er búið að, þú veist hann náttúrulega er dyrkar að vera í heitapottinum og svona eitthvað vesenast í því og hérna og svo er svona eitthvað leikvöllur hann að nálætt og eitthvað svona þannig en annars var þetta bara höfuð að, þú veist voða næ sko maður maður er eitthvað svona aðeins að lesa og... Hvað ertu að lesa? Ég var að lesa einhverja bók sem ég fann upp í bústað sem er eitthvað svona sagamálasaga, ég bara man ekki hvað hann heitir hún er svona eitthvað skandinavísk ég man ekki hvað hann heitir Var hún góð? Mér finnst alveg eins núna því ég var mikið í frún í Hamborg við sonum minn helgina, hún fannst ég alveg þegar þú sagðir þetta um mig núna, þá fannst ég alveg svona hún var góð hún var alveg fín sko ég hef mjög gaman á svona glæpasögum Ég líka og thrillerum ég hef mjög gaman af þegar það blandast saman glæpasaga og pólitískt samsæri það er reyndar bara mjög, mjög skemmtilegt Núna er ég að lesa og búið undir þetta þannig bók á dönsku hann talar dönsku jeps, ég kem á Vesturbænum og shit, ok hún heitir Sort Monsoon
og hún gerist í Tælandi og það danskur blaðamaður sem er auðvitað alkoholisti og hún misti fjölskylduna sína frá sér út af alkoholisma. Þetta er kona? Þetta er kona, jeps. Það er nefnilega, ég er rasisti en ég hata ekki konur. Og hún er að lenda í sko klónum á tælensku leynilögreglunni fyrir að vanverða konungsfjölskylduna með einhverju svakalegu máli sem hún er að fjalla um. Þeir eru mjög viðkvæmir fyrir konungsfjölskyldunum sinni það er nú reyndar allir viðkvæmir fyrir konungsfjölskyldunum sinni þó að þeir þykist svona einhvern veginn það er rosa mikið svona royalista element í fólki. Já, ég var að tala við svila minn daginn og aldrei þekkt hann öðru eins, hann var að hneykslast sig á því að þetta er ekki Björn, maðurinn hennar Höllu, Tómas. Já, jú. Að hann hafi verið í bláum jakkafötum og svörtum skóm, bláum jakkafötum og brúnum skóm hjá dönsku konungsfjölskyldunni. Það var ótrúlega fyndin skandall. Ég bara, þú veist. Ég spurði hann líka sexinum, er þér alvara? Af því að þú veist, hann var bara að segja allt það sem hann sá í fréttum og fólk hneykslast. En ég er bara eins og maður reyna að skilja þetta, fyrst að þú hefur tekið rætt þetta við. Hvað var það sem var þetta eitthvað svona fashion þessi gagnrýni, eða er þetta bara meira eitthvað svona vanvirðing og eitthvað litir? Já, maður sko, þegar maður fer til dönsku hirðarinnar, þá er maður bara í lakkskóm, bara í svörtum lakkskóm og maður er í kjólfutum. Ég held að vera bara nóg að taka með þessi kartona prins það væri maður bara góður sko. Já, það var þegar Margrét var en nú er náttúrulega búið að sparka henni út. Já. Hvað heitir hann danski? Fredrik? Henrik. Hann heitir eitthvað mjög skandinavist. Það heita þetta í íslensku nöfnum alltaf kókamólk. Já. Georg Breta prins. Georg Breta prins. Ég var að hlusta og komið gott og þær sögðu Georg Helgi Seljan. Var það bara eitthvað bandir eða heitir þú heitir Georg? Hvenær droppaður Georg? Ég bara hef aldrei droppað, það bara aldrei verið notað. Þú veist, ég skilur í höfuð á mínum sem að hét Helgi Seljan, eins og ég. Nema hann hét líka Georg Helgi Seljan en þetta Georg var aldrei notað. Hjá hvorum ykkur? Já, þetta er bara eitthvað svona skringilegt skraut. Það er fínt að hafa þetta og þú þarft einhvern sem að fara huldu höfði. Þá getur þú byrjað að ganga út á nafninu Georg af því að veit enginn að það heitir Georg. Já, ég notaði þetta að því bjó út á landi þá var þetta að fara svona áður en maður var 20 eða eitthvað, var þetta að fara með svona hoppfargjaldi þannig að þá eða var laust í vélni þú veist, þá gastu borgað og það var bara eitthvað svona smáræði sem maður borgaði þá gæti ég stund að það að panta mér far sem Georg Jóhannsson sem mætti síðan ekki út af öll þannig að ekki Seljan gæti farið með vélni. Já, einmitt. Og það voru margir sem notuðu eitthvað svona svipatryggs en ég átti mjög öðvöld með þetta og allavega mjög fljótur að finna mér nafn. Já, einmitt. Svona því ég var ekkert að ljúga því. Nei, þú varst bara að segja dagsatt. Og sunnudagurinn í bústaðnum, hvað gerir þú þá? Er það síðasti dagurinn sem þú ert í bústaðnum? Já, þá fór ég og heimsótti vin minn sem var í öðrum bústað og sonur minn heimsótti vin sinn í leiðinni þangað og ég tók þátt í smá skóarhauki sem var mjög skemmtilegt. Höggva niður tré og svo svo fór ég aftur í bústaðinn sem að þær mæðgur voru í og síðan rúlaði ég bara í bæinn hann á sunnudagskvöldinu. Borðaðu kvöldmat með þeim með fjölskyldunni? Nei, ég borðaði kvöldmat í bænum. Já. Þá var ég ekki múin að fara í búð sko. Hvað borðaði ég? Já, það var eitthvað ekki merkilegt. Pekkaður eitthvað upp bara? Nei, ég gerði það ekki. Nei, þú eldaðir eitthvað úr fristunum úr dósum eða eitthvað? Já, eitthvað svona. Skóarhögg, finnst þér líka gaman að smíða? Já, ég bara væri mjög til í að eiga bílskúr og svona sanga að mér svona smíða græjum einhverjum. Já. Ég held að það væri mjög gaman. Já, mér finnst það alveg skemmtilegt. Þú trúir þessu örugglega ekki en ég er ekki góður smiður. Ok. Já. En Hófi er það og Aron er það. Já, það er náttúrulega það sem skiptir máli. Það er það sem mestu máli skiptir. Hófi og viðhaldi. Já. Enn og aftur. En þegar það eru framkvæmdur heima á mér þá segi ég samt öllum að ég sé í framkvæmdum. Já, sjálfsögðu. Og ég stend bara þann og er með bandir.
Já, en ég meina þetta er líka álag á því, ég meina þetta er ekki álag á Aron, þú þarft að búa þarna meðan hann er að gera þetta. Já. Og það er alls konar rask sem þetta hefur í för með sig fyrir þig. Já, og ég þarf ofta að elda á hann líka. Já, ég segi það þannig að, þannig að þetta er... Oftast er það samt bara að ég set eitthvað í airfryer. Átt þú airfryer? Herru, ég er nýbúin að fá eignast airfryer. Þetta ekki æðislega? Þetta er geggjað, sko. Ég á snjall airfryer. Þannig að þú ert með eitthvað app. Ég er með app og það sem ég geri er að ég sækja hófi í vinnuna og áður en ég fer þá set ég kannski franskar í airfryerinn og síðan þegar við erum á leiðinni heim korter frá húsinu og kveiki ég heitar franska þegar við komum. Já, ég er ekki með svona fínan airfryer en ég er með airfryer, mér finnst þetta algjör snild, sko. Já. Þetta er, ég veit ekki hvað ég gerði áður en hann kom. Nei. Og daginn var ég hlustaði nú hlustar þú. Já. Ég var að halda matarbóð og ég á lítið eldhús en við höldum alltaf mjög extreme matarbóð. Ég ætla ekki að segja extravagant, ég ætla að segja extreme. Já, munur þarna. Og við þurftum helst að vera með 3 ofna. Já. Þannig að ég fekk lánaðan airfryer og ég var með minn airfryer. Varstu fræ á 2 airfryer? Ég var fræ á 2 airfryer í einu. Samtengdur rásum? Og síðan var ég með, nei þetta var ekki annars snjall airfryer. Nei, ok. En ég var með 1 airfryer, annan airfryer, ég var með pönnu, 2 pönnur og ég var með ofn líka. Hvað var í matinn? Hvað var ekki í matinn? Ég er í matarklúbbi. Já. Og við vorum með diner þema. Já, ok. Þannig að það voru laukringir í einum airfryer, það voru franskar í öðrum airfryer, það var samloka á einni pönnunni og það var eitthvað í ofninum, ég man það ekki. Ok. En þetta gerði ég. Og fólki fannst flott. Þetta er alveg svona kvíðavaldandi. Já, ok, þér finnst það? Já, ég meina svona mikið í einu. Já, og mér fannst það líka. En Hófi var pollróleg. Já. Og en ég ætla samt ekki að eigna henni allan heiðurinn á matseldinni. Nei. Hún var svona aukaleikari meira í þessu. Ég ætla heldur ekki að segja það því að hún hlustar á þetta podcast. Já, ok. Finnst þér það ekki merkilegt og hún hlusta á þetta podcast? Samt er hún eiginlega alltaf með mér. En segist hún hlusta? Hún hefur sett út á mig fyrir að ég gerði eitthvað grínaði henni í þessu podcasti. Já, ok. Já. Síðan ertu að vinna á mánudaginn? Já, svo fer ég að vinna á mánudaginn og hvenær talaðir við Gumma í Brim? Ég er bara að fatta það var eiginlega, þú veist, það var í held í byrjun síðustu viku, þannig að það var hérna áður en tímabilið sem að festir inn á þetta tímabilið þetta miðvikudag til miðvikudags. Já, og við verðum bara að hlýða á því. Já. Hann er kallaði stundum Gummi vinalausi. Já, hann kallaði það og það hefur alveg fest við hann. Já, en er hann ekki ágættis kall? Jú, ég held að það sé fínn og ég held að hann eigi fullt af vinum. Já, skrítið að kalla hann Gumma vinalausa. Já. Hann styrti útgáfuna á fyrstu bókinu Elísabetar Jökuls, allavega á einhverju bókunum hennar. Já, hann er held ég búin að, þú veist, að jippa inn í alls konar svona alls konar svona verkefni einhver, þú veist, hann er enda, þú veist, hlutfalli við, þú veist, það hvað hann á að þá náttúrulega kannski, þú veist, er þetta kannski fyrir hann bara eins og, þú veist, þegar við kaupum happdrætti smiða í happdrætti blindrafinnsins eða eitthvað en sama, þú veist, hann hefur gert svona ýmislegt svona. Hann gerir það ekki mikið lengur núna og setja það alla út á. Já, ég minna við þetta fer bara allt í veiðigjöld en en hann gaman að tala við hann og hann er með svona svolítið svona avantgard skoðanir en kemur alveg til dyrana í svona klæddur. Hann er ekki að hann er ekkert að þykjast skilur og svona hefur smá svona heimspekilegar hugmyndir oft svona hlutina en nálgast hann nálgast sína sérhagsmuni á skemmtilega nátt. Mér fannst hann einmitt koma með eina ágæta punktin sem snerist ekki að hækka veiðigjaldi heldur umræðin í kringum það sem var að það var alltaf verið að fjalla að
svona stór hluti þjóðarinnar væru samþykki og hann sagði, auðvitað ertu sammála því að hækka skatt á einhvern annan. Já, og þú veist, það ekkit, þetta þú veist, ég er ánægður að veiðigjald að það verið hækkað eins og ég skil að ég þykist ekki skilja þetta fullkomlega. En mér finnst þetta vera snjallt, hann var snjall þarna. Já, hann var það. Hérna Norton vírusvörnin, hún var að renna út. Oh, fuck. Þannig að þú verður hakkaður svona. Já. Takk fyrir að láta með þetta. Já, mér fannst mér hann blóðið til skildinu. En já, hann, þú veist, þessi hann hafði þetta alveg rétt hjá hann og það þetta ásvo sem þú veist vilji meirihlutans eða aukins meirihluta á ekkert að vera endilega, þú veist, lýðræði felst ekkert í því að meirihlutin beiti minnihlutan á ofbeldi í sjálfum sér. En en auðvitað og kannski hæpið að fara að réttlæta svona bara með einhverjum svona þjóðarvilja en þetta kannski tengist líka bara þessum endalausu umræðum þetta kvótakerfi og allt það sko og mönnum kannski vera að koma tími til þess að þetta þú veist gert með einhverjum svona ákveðnum hætti, það bara lögðu ykkur lína, við bara ætlum að taka hérna, þú veist, fá þetta borgað og allt þetta og sjávarútvegurinn náttúrulega líka þannig að þú veist, við höfum öll skoðun á honum, þú veist, þetta svo mikið í blóðin okkar. Já. Ok, mánudagur, þú fórst í vinnuna, þú fórst í útvarpið með Veru Illugadóttur. Já. Og var það gaman? Já, það var mjög gaman sko. Við töluðum hérna við eitthvað einmitt, formann samtaka sjávarútvegs sveitafélaga sem einhver hérna, sveitarstjórinn í Skagafirði. Já. Skemmtilegt að tala við hann og hérna svo vorum við líka að á mánudögum hringjum við alltaf í hann Atlastein sem blaðamaður á Mogganum og býr út í Noregi sem alveg svona með skemmtilegri mönnum og svo var ég bara fór í garðinn og var að slá og og svona aðeins að hreinsa til og eitthvað og það svona það sem ég gerði alveg á mánudaginn. Og fórst hérna að sofa á milli 11 og 12? Já, eitthvað svoleiðis. Okay. Áttu gott með svefn? Ég hafði mjög sérkennilegu sambandi við svefn. Nú? Ég er svona svefnkvíða. Ok. Þannig að ég svona óttast mjög að fá ekki nægan svefn. Ég líka. Og ég á mjög auðvelt með að, þú veist, ef að ég er í einhverju svona, þú veist, einhverju svona vanlíðan eitthvað, þá sæki ég mjög í svefn. Einu sinni reyndi ég að hætta að reykja. Já. Og þá virðist ég hafa tekið þá ómeðvituð ákvörðun að ég ætlaði bara besta leiðin fyrir mig til þess að vera hættur að reykja væri bara að sofa. Já. Og þannig myndi ég ná að safna upp einhverjum tíma og vera hættur að reykja. Þannig að það er svona eiginlega ég gerði mjög svipað þegar ég hætti að reykja síðast og það hefur haldist búin að fá mér 2 eða 3 sígarettur þessum 3 árum síðan sem ég kalla bara mjög gott en þá lendi ég á smá vegg sko misti vitið aðeins og þurfti að byrja á geðlyfjum sem að voru miklur aukaverkanir með og ég hugsaði Hvaða geðlyf voru það? Það er bara sertral sko sertralín það er svolítið erfitt að byrja á þessum serotonin endurupptöku hemlum Ert þú á einhverju svoleiðis? Þú þarft ekki að segja það Já, ég er á fullta geðlyfjum en ég hef ekki verið á þessu sertral dóti en já, geðlyf er náttúrulega ótrúlega furðulegt konsept sko að við séum einhvern veginn að koma í veg fyrir að við sálgum okkur með því að éta lyf sem hafa bara beinlínis aukaverkanina líklegar aukaverkanir eru bara það að þú sálgir þér einmitt, ég fór til frábær sálfræðings sem að heitir Pétur Tyrfingsson og algjör snillingur
og hann ekki eins og ég skildi, hann alls ekki mótfallin geðlyfum, engan veginn, en honum finnst við vera of ávísun og glöð kannski og hann breytti sín minni svakalega á mitt eigið þunglindi eða hvað sem hann myndi kalla það, sem var að segja að það eiginlega engin þunglindur en fólk hefur hneigð til þunglindis sem held ég alveg rétt ég held að það sé nefnilega alveg rétt og þetta gaf einhvern veginn svona þetta frelsaði mig svolítið og ég ekki líka þetta svona þetta breytt þetta og ég minnst annað breytti líka sín minni svolítið á alkoholisma þú veist ég náttúrulega fór á Vog og síðan í AA en það er svo mikið fangels að hugsa ég er með ólæknandi heilasjúkdóm þú veist, ég ætla ekki mér langar ekki að byrja að drekka aftur mér finnst áhættumatisk akt sem fylgir því en að vera einhvern veginn svona ég er með ólæknandi heilasjúkdóm það er eitthvað að mér sem er ekki að öðru fólki ég tengi við þetta ég er náttúrulega líka svona fyllibitta í fríi en ég með en þetta er líka alveg rétt og eins og þetta með þú veist þunglindi við höfum rosa ég held að við þú veist það er bara mjög eðlilegt og sérstaklega í einhvern veginn þú veist við alltaf búum í svona við alveg svona, svolítið bilaða samfélagsgerð að þá er auðvitað eðlilegt að við séum okkur líði fyrsta lagi allavega og allt þetta og þú veist svona klínist þú veist alvarlegt þunglindi er held ég svona ekki eins algengt og við höldum en það er ekki þannig að þú veist að við eigum að sætta okkur við einhverja vanlíðan við bara alls ekki veist, en við kannski erum svolítið fljót til þess að því að við sækjumst alltaf í eitthvað quick fix einmitt og þú veist þetta er svona 1944 tilfinningan okkar og gengur náttúrulega þú veist geðlyf og þú veist svona eins og fyrir mig ég er ennþá á serotonin undir upptökuhemlu meðal annars bara því ég nenni ekki að taka aukaverkunum sem fylgir í að hætta þeim en ég líka er bara á mjög fínum skammti og þetta hefur reynst mér vel en þú veist það er líka bara mjög praktíst fyrir samfélagið okkar að eitthvað þú ert eitthvað svona þú ert alltaf að leggjast fyrir taktu þér 10 daga og þú skalt venjast þessu og síðan getur þú bara haldið áfram en þegar ég byrjaði sem serotonin undir upptökuhemlum þá þurfti ég líka að taka mig frí frá vinnu og þá hugsaði ég, núna er ég að fara að liggja á sófanum í 10 daga, 2 vikur mér er að fara að líða illa ég ætla bara að hætta að reykja í leiðinni og þá fann ég ekki eins mikið fyrir sígarettu frákvörunum bara því að það var allt í steik hvort þið er þú veist, harka er það samt takk bara, þú veist, virðing sko. en þetta er líka þú veist, eitt stóra máli er líka það, þú veist, það bara veikind eru bara miklu betri business heldur en heilsa skilur, þannig að við skulum heldur ekkit þú veist, vanmeta þann faktor í þessu öllu saman að það er þú veist það að framleiða lyf sem að fólk tekur til lengri tíma eru þetta betri business heldur en að framleiða lyf sem fólk tekur til skemmri tíma einmitt þannig að það sem að ég á svolítið erfitt með sem ideológ er að vera vinst að hægrið er búið að co-opta hatur og Big Pharma samt á svo einkennilegan hátt algjörlega, en að vera einhvern veginn svona akkur er að finna stundum þörfina til að standa upp fyrir Pfizer ég meina þú veist og ég þú veist líka bara þetta er ótrúlega einkennilegt þessi umræða sem kemur upp í og svona krossbrenglið í þessu sem er náttúrulega þú veist það að hafna bólusetningum en þú veist vera svo tilbúin að stökkva á Ozempic bara þú veist og dæla því í sig sem er bara þú veist hvorugt eitthvað þú veist en þetta farmadæmi er náttúrulega bara það er ótrúlegt hvernig einhvern veginn það hefur og í raun tekið alla athygli frá því sem að kannski er raunverulega svona galni fítusinn við lyfjafyrirtæki sem er náttúrulega bara að þau eru náttúrulega fyrst og fremst að gera út á það að við séum
krónískt biluð. Já, einmitt. Já. Hvað gerir í gær? Ég má alltaf bara í vinnun eitthvað og svo var ég svo var ég bara svona eitthvað heima þvott og ég horfði á bíómynd í fyrsta skipti í langan tíma. Já. Endurskoðandann 2. Heyrðu, hefurðu hort á Endurskoðandann 1? Ég mann það nefnilega ekki alveg, mig svona minnir það eitthvað. Ok, ég byrjaði að horfa á Endurskoðandann 1. Ég meikaði hann ekki. En ég held að Endurskoðandinn 2 mun höfða meira til mín. Já, sko, þar ertu með líka, þar kemur inn nýr gæi sem ég man ekki hvort það var í fyrirmyndinu, sem þetta gæi sem leik The Punisher og bróðirinn í The Bear. Já. Hann sem sagt bróðir Endurskoðandans. Já. Ben Affleck í þessari mynd. Ég gaman á honum, sko. Ok. Og og ég bara horfði á þessa mynd og þetta var bara svona bara, þú veist, eins og menn segja bara fínasta afturreying sem slík, og ég fattaði að það var langt séðan ég hef hort á svona mynd. Ertu búin að horfa á John Wick myndinar? Nei. Listaverk. Er það? Stórkostlegar myndir. Ok, ég meina, þú veist, bara ég veit ekki af hverju ég hef ekki svo er þetta líka svolítið, þetta breytti svolítið. Manni finnst maður aldrei hafa tíma til að horfa á bíómynd. Já. En maður finnst maður tíma til að horfa á 7 sjónvarpsþætti. Já, einmitt. Það er svona, manni finnst maður líka, það er eitthvað með athyglisgáfuna, sko. Ég er líka að reyna að vera minna á samfélagsmiðlum. Ég tók ákvörðun að hætta að setja efni á samfélagsmiðla til dæmis. Já. Af því ég var með sýningu í vor og ég var að gera sketsa fyrir það á The TikToks og einum sketsunum gekk ógeðslega vel, fekk geðvægt mörg like, geðvægt mörg áhorf, og það er að fara í eitthvað svona analytics og þetta var 15 sekundur og ég sá að fólk var búið að horfa á þessar 15 sekundur í 25 klukkustundir og mér fannst það svo ógeðslegt að hugsa til þess að eitthvað sem þú veist, þetta er það samanlagt, skilur þú veist, margir en að hafa stuðlað að því að fólk var 25 klukkustundir á samfélagsmiðli af því að ég held að á eftir Fox News sé samfélagsmiðlar það illasta sem að 21. öldin hefur alið af sér. Já, ég held að þetta sé alveg, og þetta er, þú veist, bara finnur það sjálfur og þetta er bara, þú veist, veldur meiri vanlíðan heldur en gleði, sko. Og þú veist, það einhvern veginn, ég er bara að gera eitthvað heimst grín þannig, en síðan, þú veist, ef að það heldur fólkið hana inni og það sér síðan eitthvað hreint og beint nínasista content eða eitthvað, þú veist, maður er að kasta eld á, olíu á eldin eða eld á olíuna. Já, maður er að fýta þessa maskínu svolítið, held ég. Og ég skil alveg það sjónarmið, og ég meina þetta er líka, svo er bara orðið svo mikið af rusli að nynni, þú veist, það eru svona að verða að framleiða í sákvæðandagina, það er verið að framleiða núna það eru svona verið að framleiða svona AI efni, þú veist, sem bara þú veist, bara framleiða eitthvað pappagrín, 40 vídeo sem er dælt út, þú veist, þú getur ímyndað hvað er það hægt að gera með það í einhverjum öðrum tilgangum, maður bara eitthvað svona maður verður bara talandi um þunglindi, þú veist, að pæliði bara hvernig við og ég held, þú veist, að eftir einhvern tíma þá eigum við eftir að horfa á þessi fyrstu ár bæði, kannski ekki internet sem heldur svona þetta, hvernig við fórum að nota internetið og hvernig þessi upplýsingabylting einhvern veginn fór með okkur. Ég held að það er ekki að svona líta mjög vel út, sko. Því við erum líka svona svolítið að læra á þetta, skilur við bara. Já. Síðan, sko, ég las bókina Careless People sem að fjallaði veistu hvað bók þetta er? Ég hef bara heyrt þetta. Hún var eitthvað svona, þú veist, Chief Political Strategist eða eitthvað hjá Facebook og
var alveg bara svona, þú veist, mjög mikið innanbúða manneskja og þú veist eins og síðan það komið fram í annarri bók líka að þú veist, þegar Meta vildi komast inn á kínverska markaðin bara eitthvað, eigum við að doxa alla dissidenta til ykkar, bara að fyrra bræði og þjóðarmorðið í Myanmar skilur bara eitthvað svona, þeir vissu hvað var að gerast þannig að síðan fyrir utan allt annað þá er þetta líka bara stór og vond já, og bara, þú veist, og þessar týpur eru líka bara þeir eru allir eitthvað svo glataðir Elon Musk og hana, Amazon gæinn og náttúrulega Facebook gæinn eitthvað, þú veist, það bara leyfa mér að hérna, þú veist ég veit ekki, maður langar alltaf svolítið að bleita svona handklæða hotn einhvern veginn, maður sér það er svona fílingurinn sem maður fær Sástu að nýjasta uppfærslan á gervigreindin hans Elon Musk er nasisti Já, það var einhvern veginn sjokker Já og það var eitthvað svona, ég var að hlusta á einhverja samantæktum það var spurt eitthvað hvað dóu margir í Kaliforníu, nei í Texas floods eitthvað og svarið var ef að Adolf Hitler væri við völd hefði flóðið ekki komið það er svo gott og síðan sett hann sig upp eitthvað svona, ég man ekki hvað það var tölvuleikur eða bíómynd, eitthvað 80s sem að það var Mega Hitler og hann byrjaði að svara að segja Mega Hitler þetta er svo gott sko en þú veist, já, þetta er náttúrulega og þetta er svo, og það er sem er lélegt við þetta er svo miklu svona þetta er svo silly svona Bond-villain það er það sem er einhvern veginn svona mér langar að segja Special Olympics en það má víst ekki en já, þetta er eitthvað svona eitthvað svo glatað og þetta með að bleita handklárun ég er svo sammálaður, þetta er bara þú veist, ég er náttúrulega jock en að þetta séu bara a bunch of fucking nerds já, og ekki einu sinni sko, þú veist, og svona komplex er það þú veist, svolítið svona eins og gæinn í hérna Despicable Me hana. Já, Gru neða Disco hetjan hana, 80s stjarnan sem að var ókslega ríkur og fór bara að vera bara vondur og þú veist, er ennþá þú veist, og er bara hlægilegur Mér finnst mjög fyndið að hvað er það ekki, rússneski herinn heitir Gru eða hvað er það? Jú, er það ekki? Já. Mér finnst það mjög fyndið ég var alltaf gaman að því þegar ég sé myndir af flugvél sem stendur á Gru Heyrðu, hvað gerir þér í dag? Bara, þú veist, þetta er náttúrulega alveg bara, þetta er ótrúlega leiðilegt content fyrir þið, sko, bara, þú veist, þetta sama, sko, bara fór í vinnuna og kom svo hingað þegar ég var búinn. Hvað var í mötuneytinu á RÚV í dag? Ég hef borðað þar, mér finnst það gott mötuneyti. Já, ég fór ekki í mötuneyti í dag, sko, ég fekk mér bara svona eitthvað, svona skyrdrykk og eitthvað. Ég fekk mér skvísu í morgun. Já. Það var veisla. Já. Það er svona kompakt dæmi til að hafa mjög næs. Þetta er mjög praktist en þetta er líka svona ég var að vinna með útkerslu á mat í 1 mánuð þegar ég var á slátunlaus til fyrirtæki og þar var talsmátinn, það var allt svona þetta fyrirtæki 8 skammtar og eitthvað svona portions og ég var eitthvað svona, vá, þetta er svona þetta er svona hugbúnað fyrirtæki sem er að keyra út þennan mat og eitthvað og ég var svona, þetta er deprimerandi að koma með skammta til allra og sama með þessa skýrskvísu ég dyrkaði að fá mér þetta en líka bara eitthvað, þetta tekur mig 2 mínútur og ég get bara farið að skapa verðmæti ég get bara farið að selja vörur og þjónustu en svo er þetta líka svo, þú veist hversu, þú veist, latir getur við verið að geta ekki borða skyr úr dós það er kreistað upp í okkur eins og í sjömorinn eitthvað svona hérna það er ótrúlegt sko. Og þetta er eins bara með þú veist allan tilbúna mat skilur það bara það vantar bara eiginlega að það fylgir rör öllu saman. Ég var á tímabili alltaf að fá mér Huel sem að er þekkir það er svona freeze-dried, heitir það ekki, svona frostþurrkaður matur sem maður hellir heitu vatni á og það inniheldur eitthvað svona öll vítamínin sem þú þarft, eitthvað magna prótíni og
bara svona tekur upp með skeið, allir í og síðan er maður bara að borða 2 mínútum setna og þetta er svona geimfara matur, já. Og þetta pantaði ég mér dýrum dómum frá Bretlandi og hugsaði, svona get ég stytt matarhlíðið mitt og þannig var ég vinn í banka. Hvað banka varstu að vinna? Ég var vinn hjá Indó. Það er samt Good Guy bankin. Já, einmitt. Þannig að ég skammast mér ekkert fyrir það og þetta frumkvæði. Hvaðan kemur þetta Indó? Eitthvað svona independent? Já, Company Liner sem ég veit ekki hversu mikið er satt að annar þeirra voru 2 Haukur og Tryggvi sem stofnaði þetta. Annar þeirra stakku upp á þessu og Tryggvi er hálf indonesískur og hann hugsaði, já, að því ég er hálf indonesískur en Haukur hugsaði, já, að því við erum independent. Sniðugt. Það er góð saga reyndar. Já, mér finnst það mjög góð saga, sko. Ertu með vandamál fyrir mig til að leysa? Má vera einlífi, má vera stórt samfélagslegt. Nei, ég held ekki sko. Ok. Flugvöllurinn í Vatnsmýri, eitthvað. Vá, ég var að segja þér að ég á tengdafjölskyldu út á landi. Ég mitt, það er það sem gerir þetta svo trikki í þessu umræðu, að það er að þetta er náttúrulega svo tilfinningahlaðið. Já. Sem er áhugavert við þetta mál, en líka þannig, þú veist, að við erum náttúrulega að því þetta er svona tilfinningahlaðið þá erum við náttúrulega við öll skild fólk út á landi. Já. Nema Gísli Marteinn. Þannig að við, þú veist, og náttúrulega höfum tengst út á land og alls konar, þannig að við höfum tendens til þess að, þú veist, hafa skilning á því sjónarmiði og allt þetta, þú veist, jafnvel þó að við, þú veist, skiljum ekkert endil í því hvers vegna þessi flugvöllur þurfa að vera þarna og eitthvað. Já. Ég, einhvern tímann þegar ég var í löngu, það var langt á milli verkefna hjá mér, sem er það sem að segja þegar maður er atvinnulaus, þá var ég að hlusta alltaf á símatíman á bítinu á morgnana og Reykjavík síðdegis og það er oft bara besta dagskrá-efni sem þú finnur á Íslandi. Já. En það hringdi inn maður sem sagði, já, ef að Reykjavíkurborg ætlar ekki að fella þessi tré á Nýjaskilhliðinni, þá legg ég til að við bara breytum sjúkrahúsin á Akureyri í háskólasjúkrahús. Og ég hugsaði, er það ekki bara svolítið patent? Bara efla sjúkrahúsið á Akureyri. Akureyringar vilja heldur sig klárlega hafa flugvöll á Akureyri. Þeir vilja geta flogið suður fyrir ýmislegt annað heldur en að fara á spítala. Þannig að skulum vona það. Já. Þannig að öll neyðar allt svona neyðartengt, þú veist, það er þá hjartalæknir allskyns skurðlæknar og burt með flugvöllin. Sjúkraflug fer norður, flugvöllurinn fer burt. Já, þetta var, og þetta með þetta skóarhögn náttúrulega var, þú veist, bara það var aftur, þú veist, rúglega fyndið það kom svo í ljós sko að það var svo að samgöngustofa sem eins og hét flugmálastjórn sem að allt í einu lá rosa mikið á að höggva þessi trepa og bara allt í einu loka þessari braut og gamla flugmálastjórn sem heitir núna samgöngustofa bara, þú veist, það verður ekkert flogið fyrir þessi trefa verða hoggin. Þegar kom svo í ljós að það var flugmálastjórn sem að planta þessum trjám ég finnst það þessu þannig að en þú veist, það búið að höggva þessi tré og bara, bara það sem kom mér svo mikið óvart við þetta allt saman var að tré vaksa svolítið hægt ef ég er náttúrulega úr Vesturbænum þannig ég veit það ekki, en ég held að tré vaksa svolítið hægt en að þetta gerðist síðan bara á viku allt í einu orðin og fá og síðan bara, já, nú þurfum við að loka. Já, það var náttúrulega kom eitthvað nýtt mat sko. Það kom nýtt mat, já. Þannig að trén þurfti ekki að vera eins há eða hvernig sem það var og þetta var náttúrulega, og þetta er voða mikið svona, svo var þetta náttúrulega líka eitthvað svona pólitík, þú veist. Notaði Einar þetta ekki sem átvillu til að sprengja eða var það eitthvað annað, það var tengt flugvellinum sko. Já, það kom í kjölfarið af því. Já. Þannig að þetta var svona, þú veist og svo var hérna fyrirhugjandi bæjarstjórinn á Akureyri sem er núna
allt í einu yfir innanlandsflugvöllum Isavia sem náttúrulega eitthvað svona opinbert eða bara ríkisfyrirtæki allt þetta var hún náttúrulega var mjög gagnrýnin á hjólað í meirihlutann í Reykjavík sem að eru þetta ekki hennar fólk og eitthvað svona og svo ertu með þú veist annan akureyring sem að hvort að hann eða var stjórnarformaður bæði hafa þau svo setið í stjórn Samherja veist, þetta svona eitthvað þú veist þetta verður allt svo við erum einhvern veginn svo lítil og já og einmitt skrítið húsfélag eitthvað sem þú vilt spyrja mig þér ber engin skylda til Ég fagna því, en þér ber engin skylda til Hvað gerum við peningar sem frún í Hamborgaður? Ég keypti mér sjónvarp Hvernig var það á litin? Það var grátt Hvernig var það á litin þegar þú slökktir á því? Þetta var svona Samsung Frame þannig að það var málverk Það var málverk? Málverk, já Takk fyrir komuna Helgi, gaman að spjalla við þig Jep, sömuleiðis takk Ok, takk fyrir að hlusta á Ekkert að þakka og ég vil fucking minna ykkur á að gera 5 stjörnur, kommenta eitthvað shit og sharea með vin ykkar ég er að tala um 1 fucking vin ef þið hafið gaman af ef þið hafið ekki gaman af þá skil ég ekki að þið endust í 90 mínútur til þess að komast að þessum hluta en við sjáumst eftir viku og verið þið sæl